Góðan daginn, gaman að sjá ykkur svona mörg hérna. Oftast nær þegar ég að tala um knattspyrnu kvenna þá svona það bil 1/7 af þeim fjölda sem hérna. Þannig að mjög gaman að fá að fara yfir málin með öllu þessu góða fólki sem hér inni. Hér ekki bara margir, heldur líka reynslu mikið fólk og góðir þjálfarar og stjórnarmenn og fleira. Þannig að þetta kjörinn vettvangur til þess að tala saman. Og ég ætla að þekka hlutverk að tala stöðuna á kvennaknattspyrnunni út frá mínu sjónarhorni og þetta eru punktarnir sem ég ætla að tala hvað að gerast hjá öðrum þjóðum og hvernig leikurinn að þróast í Evrópu. Þessi 2 punktar mun ég fara yfir ásamt staðan hjá okkur, hvað stöndum við og framtíðin okkar. Eins og ég segi þá þetta fyrst og síðast mín skoðun byggt frá minni reynslu, mínum tilfinningum og einnig staðreyndum úr skýrslu UEFA frá Evrópumótinu sumar. Þannig að þetta svona blandað, bæði tilfinningar og staðreyndir. Það fyrsta, hvar viljum við vera? Við Íslendingar sem stöndum að knattspyrnunni á Íslandi, við viljum vera á toppnum, við viljum vera á topp 20 í heiminum. Annað eitthvað sem við munum ekki sætt okkur við, það mun allavega valda okkur vonbrigðum og skapa neikvæða umræðu hjá okkur. Mér finnst ekkert af því að við stefnum að því að vera í topp 20, en ég kem nánar að því á eftir. Við viljum komast til lokakeppni EM, við viljum komast til lokakeppni HM, hvert einasta skipti, báðar keppnir þó að sé nánast, hefur verið nánast útilokað að komast á heimsmeistarakeppnina með lið á standarda á Ísland, en það að aukast möguleikarnir með fjölgun og við erum núna í ágætisfæri á að berjast það við Þýskaland og Tékkland í þessari keppni eins og þið vitið. Við að vinna alla leiki á heimavelli, skiptir ekki máli við hverju að spila, við alltaf að vinna og svo eigum við að ná jákvæðum úrslitum no matter what. Kannski ekki krafa að fara til Þýskalands og vinna eða fara til Frakklands og vinna útivelli, en við eigum allavega að spila góðan leik og helst að ná allavega jafntefli. Annað ekki góð úrslit fyrir íslenska kvennalandsliðið. Þetta svona kröfur eru mjög góðar á mörgu leyti, það mjög gott fyrir svona týpur eins og mig, þetta ýtir við mér og heldur mér á tánum. En ég spyr mig að því á þessum dögum, þetta raunhæft? Raunhæft fyrir okkur, og það spurning bara út í fótboltasamfélagi. Ég veit ekkert betur en þið hvort þetta sé raunhæft. Ég hef ákveðna skoðun á því, en raunhæft fyrir okkur meðal við núverandi ástand á íslenska landsliðinu og íslensku fótbolta að vera þarna. Og það eitthvað sem við getum kannski rætt á eftir þegar að panelin opnast. Þetta staðan, út frá því sagði áðan að ef við erum ekki á topp 20 þá mun að valda vonbrigðum og við erum svegt með fótboltan og svo framvegis. Þetta eru síðustu 10 ár og meðaltali erum við 19. sæti. Ekki skruðningar í þessu dagar? Ég skal bara taka þennan. Við höfum farið hæst á í 15. sæti og svo höfum við verið kringum 19-20. Skiptir ekki öllu máli, þetta bara standardin sem við erum alveg uppið. Leikmennir okkar eru alveg uppið, þetta það sem við viljum og við þekkjum. Þannig ef einhvern tímann á næstu árum við föllum niður í 20, 1, 2, 3, 4, 5 þá mun að valda vonbrigðum allir vera geðveitt. Og við skilja ekkert í því, hvort sem það veri ég sem verið að þjálfa eða einhver annar inni eða einhver annar í heiminum, skiptir ekki máli, við verum alveg óbúslega hissa. Það svona fyrir mér ágætt að ræða hvar við stöndum og virkilega innistæða fyrir því með nú þetta ástand að vera á topp 20. Ég rauksti það svona ok. Þetta eru þjóðirnar á topp 20 í dag. Ég nenni nú ekki að þylja það allir þetta eru topp 10 topp 20, hérna liggjum við í kringum allar þessar þjóðir. Þetta hópur sem við viljum vera í. Þjóðir sem að nýta alla alþjóðlega daga. Allar þessar þjóðir nema Ísland. Og það fór vera þannig í mörg ár. Eina þjóðin á topp 20 sem nýtir ekki alla alþjóðlega leikdaga. Við erum samt búin að vera bæti í. Við erum búin að vera að auka dagana, við erum búin að vera að auka verkefnin hægt og rólega.
En staðan einfaldlega þessi að öll hin liðin að gera meira við. Og ég veit alveg að þetta kostar peninga og ég veit að það fullt af fólki sem vill ekki setja pening í þetta. Ég get alveg borið virðingu fyrir þeirri hlið, alveg bara fullkomlega. En ég þarf, ef ég ætla að starfa sem landsliðsþjálfari, að krefjast þess að við séum að fá almennilegt umhverfi. Og ef við ætlum sem þjóð að vera á topp 20, þá verðum við að horfast í augu við þetta. Þetta bara svona. Ég hefði getið verið með lista á þjóðum sem að narta í okkur. Það til dæmis Austurríki í 21. sæti, Pólland, Portúgal, fleiri þjóðir, risaþjóðir sem að koma. Topp 20 þjóðir sem með verkefni á milli undir 19 ára landsliðs og A-landsliðs. Þeir löngu orðin þreytt á að heyra mig tala þetta. Löngu. Þannig ég ætla ekki að eyða miklum tíma í þetta. En þetta staðreyndin. Eina þjóðin á topp 20 sem ekki að sinna þessum aldursflokki Ísland. Þannig að leikmenn sem kom inn í A-landslið núna, hvað gamla 19-22 ára, kom úr 19 ára landsliðinu, bíða kannski 1, 2, 3, sumar 4 ár með að spila landsleik, en við setjum samt á kröfu að það standi í lappirnar. Það bara að vera klárar. Og það margt sem við gerum vel hér heima til þess að undirbúa þær, en það samt ekki alþjóðlegir leikir. Það ekki alþjóðleg reynsla. Og ég kem nánar inn á það eftir. Annað sem búið að gerast, og það búið að vera mjög gaman að vinna í kringum kvennafótboltann síðustu 4-5 ár. Því á sama tíma, og það margt mjög gott að gerast hjá okkur í fótboltanum heima, þá íslensk alþjóðlegu kvennafótbolti búin að vaksa gríðarlega. Breytingarnar sem ég sé bara á þessum tíma eru stórkostlegar og ég held að þessi þróun muni bara halda áfram. Þetta ein tala sem ég fekk úr skýrslu UEFA varðandi fjölgun atvinnumanna. Og þetta gríðarleg fjölgun, þið sjáu tölurnar hérna uppi, en fjölgunin hefur ekki átt sér stað hjá okkur. Við höfum ekki náð að fylgja þessari heimsþróun eftir. Við eigum í raun svona plus, mínus 1, 2, sama fjölda af landsliði atvinnumönnum og við áttum 2007-08. Þetta cirka 10 leikmenn sem við eigum og við eigum yfirleitt 1-2 í toppliðum. Í dag eigum við svona 2-3, bara fyrir eftir hvernig fólk metur það, sem í toppliðum, en annars erum við að ströggla við það að koma leikmönnum okkar á betri stað, eða þær eru að ströggla við það að komast inn í Bundesligu, ensku deildina og toppliðin í Skandinavíu. Þannig stað. Ástæðan mjög margþætt sem ég hef því miður ekki tíma til að fara í og ég hef að sjálfsögðu ekki eitt svar við því. En þetta bara tala og þetta staðreynd og eitthvað sem við þurfum að skoða. Eitt sem ég vil taka samt fram líka hérna, að vera atvinnumaður, að fara í atvinnumennsku ekki alltaf betra heldur en að vera á Íslandi. Alls ekki. Og klúbbarnir flestir á Skandinavíu eru með verri aðstöðu heldur en flest liður í Íslandi. Þannig að það sé á hreinu. En stóri munurinn liggur í því að leikmenni geta einbeitt sér að fótbolta í flestum tilfellum, atvinnumenn, þó að launin séu nú varla kennaralaun, og deildin miklu lengri. Og ég kem nánar inn á það eftir. Nokkur dæmi varðandi hvað að gerast hjá öðrum þjóðum. Við erum hérna eyland, eins og við vitum, og við erum svolítið einangruð, sérstaklega hvað var að kvennafótboltan, bara út af því að upplýsingaflæði í kvennaknattspyrnu miklu minna heldur en nokkuð tíman í karlafótbolta. Og blaðamennir geta kvittað undir það, þeir eru pottið í mestu erfiðleikum að finna staðrendir andstæðing okkar og hvað að gerast í deildum leikmannum okkar. Þannig það bara. Það fullt að gerast út í Evrópu sem ég búin að kanna mjög vel síðustu 2 ár sem fáir vita af og ég lendi ítrekkað í því að við þurfum að spila við þjóð sem einhvern tímann var talin ekki nægilega góð í knattspyrnu kvenna og við eigum bara að vinna þær, við erum miklu betri en þær. Af hverju? Af því að karlaliðið kannski sterkara eða af því að við unnum þær fyrir 20 árum eða hvað sem eru oft mjög skrýtnar staðreyndir á bakvið það. Við lentum í þessu með Sviss, við lentum í þessu með Tékkana núna og einhverja fleiri þjóðir sem við spilað að sem svona, við getum átt að vera pingur hrokafull.
í garð andstæðinga okkar. Austurríki til dæmis, eitt svona forvitnilegasta prógrami sem í gangi. Þetta náttúrulega langt frá því að vera hægt í karlafótbolta. Þannig að það oft mikill munur á því að í þessu alþjóðlega umhverfi kvenna og karla. Austurríki með framhaldsskóla á sínum vegum. Þar æfa þær ákveðin hópur sem valinn 18-20 leikmenn, efnilegustu leikmenn landsins, 5 daga vikunar. Á laugardögum fara þær í félagsliðin sín og spila, frí á sunnudögum. Svona þetta allt árið. Svo fara í landsliðsverkefni ofan á þetta. 11 af 23 leikmenn sem voru hópnir þeirra á EM, það fóru í undanúrslit, komu þessu verkefni, 9 af 11 byrjunarliðsmenn. Eftir framhaldsskólan, þennan, þá fóru allir leikmennirnir í Bundesliga og að spila þar í toppliðum. Ok, ég veit að þetta ekki raunhæft hérna heima, ég bara gefa ykkur innsýn inn í hvað að gerast og við hvað erum að keppa. Noregur, þjóð sem við ætlum alltaf að vinna, ég vona það breytist aldrei, en við hvað erum að keppa, á sama tíma á Normenn, norski leikmenn, sem eru í kringu landsliði, keppast við að komast frá Noregi í önnur lið, þá erum við að keppast við að komast þangað með okkar landsliðsmenn. Það svona ákveðið skrítið stökk á sama tíma og við erum alltaf í hörkuleik við Noreg. Umhverfið sem þær lifa við, norsku landsliðsmennir, eru samvinna við Olympiatoppinn sem ég veit Ragga, það ekki ISÍ, en það samt tengingan okkar, eins og ISÍ. Þar æfa þær undir handleiðslu sérfræðinga allt árið og eftirliti, eru það 2 í viku, bæði styrktarþjálfun og tækniþjálfun. Þetta eru bestu afreksmennirnir hjá Noregi. Og hvað gerist? Það skapa toppa ár eftir ár eftir ár eftir ár. Það eiga miklu fleiri toppa en við. En það eiga ekki endilega fleiri jafngóða leikmenn. Svo þriðja verkefni sem ég segi ykkur frá Danmörk. Við getum tengt eitthvað við þessar 2 þjóðir. Og deildin í Danmörku ekki góð. En það eru 2 góð lið, 1 og atvinnumannalið. Það sem þeir gera að reyna að ná því besta út úr sínum efnilegustu leikmönnum í deildinni og eins og Guðni kom að sinna á að reyna að fá bestu leikmennina til að æfa meira saman. En það sérhæft, það ekki svona hópæfingar með 20-30 úrtaksæfingum, heldur þetta fáir leikmenn og inni sérhæft með það. Samstarf á milli, félaga og knattspyrnusambands. Og þannig starfsmaður inn í þessu verkefni borgar á sambandinu en samt að vinna inn í ákveðnum félögum hverju sinni. Þetta hefur gefið einn góða raun, marga góða leikmenn, eins og þið vitið að unnaði silfur á EM og þetta frábært mót og svo hafa þau tekið þessi verkefni sem ég með hérna sérhæfða markmannsþjálfun, leikstöðubundi verkefni til að bregðast við því að sjá til framtíðar sem vandamál. Eitt sem ég langar að segja frá úr þessu verkefni Pernille Harder. Og fyrir ykkur sem að þekki hann ekki neitt, þá þetta einn besti leikmaður í heimi, mögulega svo besta að spila með Wolfsburg í dag. Að mínum mati skemmtilegasti leikmaður í Evrópu. Þegar hún var 15 ára, þá flutti hún til FC Midtjylland, mann ekki hvað bærin heitir, það sem að liðið og fekk að fara í drengjaakademíuna. Og þeir sem þekkja danska fótboltann vita að akademíun FC Midtjylland gríðarlega sterk. Þar æfði hún frá 15 til 18 ára aldri og spilaði örfáa leiki á meðan hún var að þróa sinn leik. Hún spilaði, ég ekki með töluna því, hún spilaði ekki í hverju mánuði yfir veturinn og svo spilaði hún einungis einn leik í viku yfir háannatíman. Þetta sem ég highlighta 25, 50, 25 eitthvað sem ég hef prófað sjálfur, kem aðeins inn á það eftir. Þetta sem sé hlutfall æfinga álags á leikmannin. Það þýðir það að 25% af æfingunum sem hún gerði var eitthvað sem hún átti auðvelt með að framkvæma á móti leikmönnum sem voru aðeins lélegri en hún. 50% var með jafnokkum sínum og verkefni sem hún réð þokkalega við og 25% af æfingartíma fór í eitthvað sem hún réð bara illa við. Það sem hún átti erfitt og var undir. Þessi tala hjá okkar bestu leikmönnum ekki svona. Við erum mjög lítið að fara upp í 25%, þessi efstu,
og erum oft með bestu leikmennina okkar með kannski 50% hérna. Þegar hún búin í akademíunni og spila hún eitt ár í Danmörku, fer síðan til Linköping, heldur áfram að þróast þar í sænsku deildinni, verður besti leikmaður deildarinnar, besti leikmaður danska landsliðsins og á seinasta ári eitt besti leikmaður Wolfsburg, sem eitt besta lið í heimi. Við gerðum, ég og Elisabeth Gunnarsdóttir, við keyrðum þetta prógram á Daníu þegar hún kom til Vals á sínum tíma 2008. Þegar hún kom fyrra árið, ætluðum við að hafa þetta 25, 50, 25, en eftir á þá sáum við að hún var ekki nægilega tilbúin, vorum með 8 allandsliðsmenn í Val á þessum tíma og hún réði bara illa við verkefni sem hún fekk, þannig að við reyndum að dílóta og svo framvegis. Hún spilaði 11 leiki það tímabil, en þroskaðist gríðarlega sem við gerðum. Við unnum gríðarlega mikið með henni í einstaklingsæfingum, var þetta skallatækni og styrktaræfingar því að hún kom, hún nú grönn í dag, en hún kom bara eins og þessi standur hérna, hún kom til okkar. Það var ekkert utan á henni, en í dag gríðarlega sterk og frábær skallamaður náttúrulega. Það er ekki okkur að þakka þess, ég að segja að við hugsuðum efnilegasta leikmaður landsins á þessum tíma, 2009, þá þetta komið í jafnvægi, hún búin að aðlagast því sem var að gerast í félaginu og valinn efnilegasti leikmaðurinn og svo í A-landslið. Þannig að mín reynsla af því að hafa kontról á æfingáliðinu og halda utan að ég fór í gögnum mín frá 2008 að skoða þetta núna áður en ég kom hingað. Þannig að við vorum með þetta allt niður njörfa og vissum nákvæmlega álagskurfin á henni og hún hefur aldrei lent í meiðslum fyrir en að hún núna á síðasta ári lendir í meiðslum í atvinnumennskunni. Þannig að við náðum að kontróla vel og ég að segja þetta af því að við erum ennþá í dag að lendi því á okkar efnilegustu leikmenn að lendi í hræðilegum meiðslum út af ofálagi, út af vitlausri tímabilaskiptingu. Allt og mörgum leikjum. Og það er ekki eðlilegt að við séum aftur og aftur að lendi í þessu þar sem við höfum talað þetta, það hefur verið fræðsla þetta og maður áttar sig ekki alveg á því hvað við erum að gera gagnvart þessum hæfileikaríkustu leikmenn sem við höfum oft á tíðum. Þetta er ekki alltaf svona, en þetta er að koma fyrir. Aðeins varandi þróun leiksins úr skýrslu UEFA. Þetta er staðreynd, leikurinn orðinn miklu hraðari, miklu fleiri návígi og 70% aukning frá mótinu 2013 til 2017 í návígum, 90% aukning í gulispjöldum, aldrei fleiri rauðspjöld, aldrei fleiri vítaspyrnur, það er bara þetta dómurunum kittið, þú veist það, hrikalega lélegir, það ekki? Og svo kom mjög áhugaverð tölfræði úr þessu. Possession í kvennafótbolta er búið að hríðfalla. Liðin sem voru að reyna að halda bolta á óþörfu að senda þessar 300 þversendingar og tilbaka og allt það, þau náðu engum árangri, þau komast ekki upp á 8 úrslitunum. Liðin sem voru með hröðustu leikmennina, sterkustu leikmennina, best útfærða varnarleikinn og skyndisóknirnar fóru lengst. Og þetta er ekki mín skoðun, þetta er úr tækniskýrslu UEFA og ég sá þetta þannig að staðfesti tilfinningunum mínar. Það sem er að gerast er fleiri sterkari deildir sem ég kom inn á. Spánn, England, Manchester City ekki alla leið sko. Liverpool, Arsenal, Chelsea, þetta er bara allt að gerast og við munum sjá Ítalíu koma næstu 2-3 ár á fullum þunga og fleiri lið sem eru rekin af kallaliðunum sínum með það að leiðarljósi að vera búin að þróa kvennafótboltann þegar að FIFA og UEFA ákveða að setja pening í þetta eins og alvöru sambönd. Annað sem ég held að sé bara haldist í hendur við hraðaleiksins, návígin og skemmtanagildið er gríðarlega mikil aukning á áhuga. Ísland, 93% þjóðarinnar sem horfðu á sjónvarp horfðu á Ísland-Frakkland. Það var bara sturlu staðreynd og ótrúlega skemmtilega tölur og á þessari ráðstefnu hjá UEFA. Það trúði enginn þessum tölum, heldur bara ég og Ása höfum falsaðir. Þannig að við gátum verið þarna og þrátt fyrir að hafa verið með allt lóðrétt niður okkur í úrslitum og gátum alltaf staðið og fagna þessu á þeirri ráðstefnu.
3,3 milljónir sáu leikinn í frönsku sjónvarpi og aðeins Þýskaland var með betri áhorfendatölu en það. Íslenska landsliðið var með 3. besta áhorfendafjölda á meðaltali á mótinu HM eftir Hollandi og Þýskalandi, sem ótrúlega tölu líka. Alþjóðavísu, þá bara þannig að fólk átti sig á því hvað að gerast. 48 milljónir horfðu á móti 2009, 148 árið 2017. Þetta gigantísk aukning. Og HM 2019 verður í Frakklandi, það verður ekkert stoppa á þessu þá. Þannig ég held á næstu 4 til 8 árum þá sjáum mögulega tvöföldun á þessari tölu. Þannig að það hlýtur að fara að koma að því að vera hagstætt að setja peninga í kvennafótbolta. Ég veit að það ekki þannig í dag, en þetta tekur tíma og við verðum að sýna þessu þolinmæði. Í lokin, hvar stöndum við? Mitt mat, líkamlegur styrkur. Ekki fyrir svo löngu síðan þá stóð ég í örugglega í sama sal og sagði að við þyrftum að laga þennan þátt og félögin hafa unnið í einhverju leyti samræði við knattspyrnusambandið vel í þessum þætti. Líkamlegur styrkur góður. Á mínu mati erum við þarna í allra fremstu röð. Við lendum ekkert í leikjum í dag þar sem við erum undir í líkamlegum styrk. Þetta tengist reynda við framúrskarandi hugafar. Því hugafar okkar leikmanna skiptir engu máli ef að leikmaðurinn er 1,20 eins og Sif og lendir í ykkur sem er 1,80. Hún heldur að hún sé sterkari. Hún trúir því og þannig það bara í þessu liði og það hugafar auðvitað smitast út í allt. Það gríðarlega sterkt, það sterkt í meðbyr, það enn sterkara í mótbyr og það sannaðist eftir gríðarlega væntingafall eftir Evrópumótið. Þegar við komum tilbaka, náum saman vopnum okkar og höldum áfram að bæta okkur og náum ágætis úrslitum seinasta haust. Við erum mjög góð liðsheild og það margt sem spilar inn í það. Ég held að við vinnum ekki taktískt með það hérna heima í liðunum okkar. Þetta bara eitthvað í þjóðinni, þetta eitthvað í okkur Íslendingum og hvernig við vinnum, auðvitað höldum við utan það og erum ákveðin gildi til að vinna eftir. En ég held að þetta haldist í hendur við það að við erum alltaf að reyna að samna okkur. Við erum alltaf að reyna að sýna heiminum að við erum svo góð. Við erum mjög sterk í föstu leikatriðum, taktískt góð, það búið að lagast gríðarlega og svo erum við með gríðarlega gott grasrótarstarf, sérstaklega á aldrinum svona 6 til 14 ára. Ég held að það séu fáar þjóðir í heiminum sem eru með margar ungar stelpur að koma inn í hreyfinguna eins og við. Svo bara spurning hvernig við náum að vinna með það, hverju sinni auðvitað erum við í samkeppni við fullt af greinum og svo framvegis, en þetta erum við að gera vel. Það sem að brennir á mér að við þurfum að laga eða bæta, við þurfum að fá stelpur út á skólavellina og út á sparkvellina. Þarna myndi ég vilja gera við sem fótboltahreyfing eitthvað átak. Þetta á þetta koma sem innri hvöt og það þurfum við oftast ekki ná í hjá drengjunum, einhverju hluta vegna. Það einhver félagsfræðingur sem getur svarað því. En ég búinn að vera núna að fara í skólana og skoða skólavellina. Hljómar ekki droslega vel, en ég hef verið að gera það. Og þar ég að sjá af hverjum 20 iðkendum max 1 stelpa. Það bara þannig. Það eru nánast aldrei 4-5 einar út á velli. Ég veit að það kemur fyrir, en það undantekning. Og það getur verið út af svo ofboðslega mörgum þáttum. Fyrst og síðast það félagslegi þættir, stuðningur og hvatning. Og við þurfum að hjálpa þeim að fara út. Því að frjálsileikurinn svo mikilvægast. Ég hef talað um það sé ofboðslega mikilvægt að stelpurnar æfi með drengjum. Það það. En okkar bestu leikmenn sem hafa náð hvað lengst hafa ekki bara æft með drengjum, heldur hafa þær verið út á fótboltavelli frá þegar voru litlar. Þær hafa verið að leika sér. Þessi frjálsileikur eitthvað sem við þurfum að hjálpa þeim með. Svo þetta, hvað gerum við 15 til 20 ára? Erum við réttri leið þar? Getum við gert betur í að vernda leikmenn, þjálfa leikmenn, gefa þeim verkefni á hæfi, bæði landsliðin og félagsliðin.
Okkur skortir hraða, skortir hraða þol. Þannig erum við ennþá að ströggla varðandi líkamlega þáttinn, eitthvað sem við þurfum að kíkja á, og svo það sem kannski öskrar á mig í dag. Ég þarf að ná úrslitum náttúrulega bara strax, alltaf eins og við þekkjum. Okkur vantar eitthvað X-faktor, okkur vantar leikmenn sem geta unnið leiki upp á einstæmi, gert eitthvað ekstra. Og við eigum frábæra leikmenn, við eigum það. En okkur vantar þennan X-faktor. Við erum að skapa fullt af jöfnum góðum leikmennum. En hvar eru leikmennir sem geta gert útslagið? Hérna erum við tvær á sömu mynd. Ásthildur Helgadóttir og Margrét Lára upp á sitt besta. Ég hefði getað hent Olgu þarna inn líka, maður, hún náðist ekki á myndina. Þessar týpur, við erum að leita á þeim. Við erum að búa til fullt af frábærum hafsendum, miðjumönnum. En X-faktorinn vantar. Og ég er svona búin að spá í því, erum við að hamla þeim sem að skara fram úr? Erum við að stoppa þær? Fá þær ekki að vera bestar? Ég veit það ekki, það hefur gerst. Við þurfum að, allavega, ef það er einhvern sem skara fram úr, að ýta undir það. Leyfa þeim að vera egoistar. Leyfa þeim að vera bestar. Sendingar á móttöku undir pressu, skelfilegt. Og það bara helst í hendur við það sem að gerist í deildinni og í yngri flokkunum hjá okkur. Við erum bara ógeðslega lélegir í þessu. Þetta er bara staðreynd. Og þetta er grundvallar þáttur í fótbolta, sendingar á móttökur. Og kannski er ég voða harðorður, en þetta er bara staðreynd. Horfið bara á leikinn og horfið á leikmennina að spila. Við hljótum að geta æft þetta þannig að leikmenn geti sendt boltann og tekið við honum undir pressu. Tekur tíma, þolum að við getum það. Og svo vantar okkur tækifæri til þess að þjálfa leikmenn á alþjóðlegu vettvangi. Rosalega erfitt fyrir liðin hérna heima komast að spila við erlendu þjóðir. Það er mjög erfitt. Við búum hérna í Raskati að við lengi koma til okkar og það er rándýrt að fara inn í Evrópuspila. Á sama tíma og þjóðir sem við erum að keppa við eru allar byrjaðar að æfa. Slavia Prag til dæmis er búið að spila núna við lið frá Þýskalandi, búið að spila við lið frá Ungverjalandi, Spáni, Belgíu. Við erum alltaf búin að spila leik, okkar leikmenn í vetur. Hvar sé ég framfarir? Líkamlegur styrkur sem ég kom inn á, fleiri leikmenn í formi allt árið. Þarna erum við búin að gera mjög vel. Leikfræðilegur skilningur, búið að hækka gríðarlega. Við erum komin fullt af frambærilegum ungu leikmennum. Við horfðum núna 17 landsliðið spila við Skota, mjög jafn hópur, ekki droslega margir toppar eins og ég kom inn á, en mjög margar, 18-20 stelpur, mjög flottar, með góðan grunn, vel þjálfaðar. Kannski vantar okkur einhvern smá X-faktor, en við erum að búa til fleiri jafn góða leikmenn. Það er jákvætt á mörgu leyti. Við erum búin að bæta umgerði aðlandsliðins að einhverju leyti, að hægt og rólega auka leikdaga á kostnað þessar helgaræfingar sem að voru. Aðeins búið auki staffinu, sérstaklega þeir eru svona sérstök verkefni. Bætt umgerð yngri landsliða, mjög gott samstarf með þjálfurum sem eru ráðnir hingað í fulla vinnu. Algjörlega þvílík breyting að geta unni með því fólki á daglegum basis og átt samræður kvennafótboltann við menn sem vinni því alla daga. Næst seinasta frá mér, deildin. Hún er ágætt á meðan hún er leikinn. Hún er ágætt þá og við erum að gefa þarna leikmönnum stór hlutverk, ungum leikmönnum sem þroskast sem leiðtogar, sem þroskast við það að taka ábyrgð, það er mikil keppnin í þessu móti og margt mjög jákvætt. Til að fá marga fína útlendinga, það hefur yfirleitt ekki verið á kostnað einhverja leikmanna sem að geta skara fram út til frambúðar, yfirleitt ekki. Þannig að mér finnst það persónulega bara jákvætt þegar að koma góður útlendingar og styrkja deildina, því þá eru fleiri góði leikir. Þetta er það sem ég sé svona mest jákvætt við deildina, en vandræðin eru veturinn. Hann öskrar á mig. Hvað erum við að gera á veturna? Nú var Óli Kristjáns í gær að tjá sig Lengjubikar kalla og fækkun leiki á þar, mjög valið allt sem hann var að segja, eins og alltaf. Horfið á hvað við erum að gera kvennamegin. Sjáu þið leikjaföldar sem þessar stelpur eru að spila. Sjáu þið verkefni sem þeir eru að fá. Mjög ábótavant. Við tókum það saman. Bestu liðin með flestu landsliðsmennina eru að spila yfir þessar 7 mánuði 6 til 8 leiki. 7 mánuðir.
Þá er ég að tala leiki þar sem samkeppni, þar sem það þurfa að vera í 50% eða 25%. Ekki bara spila í -25 til þess að það bæti sig. Og þetta ekki bara knattspyrnusambandinu að kenna eða bara félögunum, þetta eitthvað sem við sem knattspyrnuhreyfing þurfum að skoða, getum við gert eitthvað betur. Lokiðinn hann að Heimir komist nú aðloksins. Súmera þetta upp, hvernig pössum við upp á þroskaferli ungu leikmannina, 16 til 19 ára. Hvað getum við gert fyrir leikmenn eftir 19 ára landslið? Hvað getum við gert ef við erum ekki með 23 ára lið? Hvað getum við gert? Finnum lausnir. Hvernig getum við búið til fleiri X-faktora í sameiningu? Hvernig getum við nýtt þennan blessaða, yndislega vetur betur? Og svo stóra spurningin, getur A-landsliðið haldið áfram í fremstu röð við óbreytt fyrirkomulag? Það er kannski ekki að breyta neinu. Það getur bara vel verið. Ég er allavega búinn að segja ykkur hvernig staðan er, út frá minni tilfinningu, út frá staðreyndum, og ég vona að við eitthvað fengið út úr þessari tölu og við getum hjálpast að við að halda Íslandi í hæstu hæðum í sameiningu. Takk fyrir mig og Heimir, gjörðu svo vel.